Já, komið öll sæl. Það sunnudagur og þá eru sínir Egils. Það margt á dagskráni hjá okkur í þessum þætti. Í seinni hluta þáttarins ætlar Gunnar Smári að ræða við Pontus Jarfstad, Nönnu Hlínu Halldórsdóttur og Guðmund Hálfdanarson hvort að Donald Trump Bandaríkjaforseti sé fasisti. En fyrst ætlum við hérna að ræða svona vettvang dagsins, Rósa Guðbjörnsdóttir, Benedikt Erlingsson og Ragnar Sigurðardóttir. Þær tvær eru nýkjörnir alþingismenn og við til hamingju með það. Takk fyrir. Eigum við ekki bara að byrja á að því að það er svo nýtt á Sjálfstæðisflokknum og fórustunni þar, Rósa. Við göngum út frá þessum vísu að Áslaug Arna sé að tilkynna framboð til formanns, er það ekki? Jú, það bendir allt í þess. Já. Núna klukkan 1 er hún með fund og búin að boða til opinfundar. Já, mér finnst það líka gott hjá henni, sko. Hún er með salin sem að nútíminn kallar NASA, en hún segir gamla Sjálfstæðis. Já, það er svona. Mér finnst það flottar og með þess að síðtúni flottar heldur en NASA. Það er kannski bara aldurinn sem segir til það. En er ekki þá, ef hún startar þessu og kemur fyrst, eigum við þá ekki vona á komið fljótlega aðri frambjóðendur, er það ekki? Jú, ég myndi nú gera ráð fyrir því, en það liggur svo sem ekkert gríðarlega á. Það eru nú alveg 5 vikur í fundinn og hann var nú í viðtali á útvarpsstöð morgunan Guðlaugur Þórðarsson og það sem var að vera að ræða svona hugsanlegt framboð hans og hann sagðist alltaf að gefa sér eitthvað smá tími í viðbót til að hugsa það, en hann var líka í miklum gír, heyrðist mér, og svo er náttúrulega Guðrún Hafsteinsdóttir nefnd til sögunar, þannig að jú, þetta fer að skýrast, en það stefnir í að hún verði fyrsti svona formlegi frambjóðandinn sem að lýsi þessu yfir. Mér finnst hérna Guðlaugur Þór eitthvað svona fyrir að ræða svona fjölskyldumálin og eins og hann sé svona að draga land. En mér fannst það nefnilega ekki á þessu viðtali. Nei, það komu fyrir Kolbrúnu, mér leið svo vel á hana. Af hverju hætti hún við? Þórdísi Kolbrún. Þórdísi, já, fyrir ekki, ég notaði það er ekki bara svona fylgið svona farið af hverju ekki, ég var svo ánægð með hana sem utanríkisráðherra, hún var með alveg réttu prinsipin. Við ættum að berjast fyrir mannréttindum og virðingu fyrir alþjóðalögum. Það var í rauninni varnarmál Íslendinga. Við ættum að fórna einhverju til þess. Þetta var alveg hárrétt hjá henni. Það eru nú flestir á því að mannréttindin séu náttúrulega aðalatri. Nú vildi berjast fyrir því og fórna einhverju til þess. Núverandi utanríkisráðherra. En af hverju, hver er undir aldan? Af hverju er hún ekki úr rétta bæjarfélaginu? Hvað var að henni? Hvað var að henni? Það er skamen eitthvað risu upp gegninni. Út af hverju? Var það að þeir kendinni, eftir því sem sagan segir, kendinni gjaldrótt skagans. Var hún ekki nógu mikið svona landsbyðarpótari fyrir sitt kjördæmi? Nei, að því hún lokaði sendiráðin í Moskvu. Þá duttunni viðskiptin við Skagan og Akranesi. Já, þetta var... Nei, þetta er nú flóknara. Þetta er kenningi sem er... Já, það er alls konar kenningar. En hún birti nú bara mjög öflugan status og þegar hún var að tilkynna og segja frá þessu og ástæðanum fyrir því að hún teldi gott að stíga aðeins til hlést þarna í þessari forystusveit. Þetta er ung kona sem auðvitað bara á áfram framtíð fyrir sér og sagði það náttúrulega hún ætla bara berjast og vera öflug með þingflokknum áfram í stjórnarandstöðunum sem við erum núna komin í. En henni fannst svona núna vera þannig andrúmsloft eða hún mata þannig út frá sjálfri sér og sinni fjölskyldu og fleiru að gefa öðrum tækifæri núna. Flokkurum fékk náttúrulega ekki það fylgi sem voni stóðu til. Og þetta kannski að axla að byrja því líka. Já, svo kemur bara fólk aftur tvíelt jafnvel í slík embætti ef það vill síðan, sko. Þetta er náttúrulega, hún er frábærlega... margt sagt svo sem að ég er tilbúin til að leiða flokkinu og þjóðina og... Já. Herðu, stoppum ekki of mikið við þetta. Ég er ekki alltaf mikil tími sem með eyði, þetta er svo lítið flokkur sem við erum að tala um. Þú byrjar að spyrja, þú vildi frá skýringar á henni. Það er ekki alveg talaði hérna formann ábyggi sósíalistum eins og Sjálfstæðisflokkin, er þetta ekki svona? Það er ekki formann í sósíalistum. Nei, það er ekki formann. Við skulum bara átt okkur af því að þetta er stærsta fjöldahreyfing landsins, við erum að fara á landsfundi. Já. Það er merkilegt að tala Þórdísi Kolbrúnu, hún var búin að tala alltaf að hún væri ekki varaformaður nema hún væri til að taka við flokknum og var búin að ítrekka þetta næstu því bara í 1,5–2 ár þegar það voru þessi ráðherraskipti og eitthvað fleira
Hún hélt að það var einhverjum svona flokksráðsfundi, ég man ekki alveg hvað stofnunin heitir, sem var hérna út á Hesthúsi. Þá hélt hún ræðu sem að var svolítið hana og svona innkomu hennar inn í Sjálfstæðisflokkinn og hvernig hún upplifði sjálfstæðisstefnuna og þannig það virkaði á mig sem svona framboðsræða. Mjög flott ræða. Já, þannig að einhverlega hluta vegna þá dreif hún sér tilbaka og ég hafði sjálfstæðismenn höfðu sagt mér það að hún bara naut ekki mikil stuðnings í flokknum og meðal annars var kvartað yfir hvernig hún var sem utanríkisráðherra. Ég heyrði sjálfstæðismenn tala að hann væri utanríkisráðherra á Úkraínu og svona, það var svona eitthvað slíkt. Við getum róa Benedikt með því að Þorgerður Katrín búin að segja alltaf vinna nákvæmlega eins og hinn gerði þannig. Þá hefur það. Það sem er eitt varandi það að þá svo að tala að við verðum sem smá þjóð að standa við rétt smáríkja fyrir yfirgangi stóríkja. Ég myndi þá vilja sjá Þorgerði Katrínu bregðast af mikilvæg hörku við þessu tali í Donald Trump að taka yfir Grænland ef að, ég meina, minnst var nákvæmlega sama og Pútín að tala Úkraínu eða Krímskaga og akkur þá ekki sömu viðbröðin. Snýst þetta rétt smáríkja eða snýst þetta í hvaða liði við erum? Eigum við bara alltaf að vera með Bandaríkjunum og... Það nú, við skulum alveg róa okkur í þeirri umræðu. Það verður alveg fráleitt að róa sig yfir því þegar fórseti Bandaríkjana, stærsta herveldi í heimi, að hóta að taka Grænland með herveldi. En eigum við ekki að sjá svona hver verkin verða? Það er ekki að taka mark á manninum? Jú, það má alveg taka mark á honum og taka hann alvarlega. En hvort við eigum að taka hann alveg bókstaflega og hann segja eitthvað svona, já, ég skal ekki segja. En ég meina, þetta eru orð. Hann segir náttúrulega mjög margt og notar ákveðna tækni. En ekki segir þetta Pútín? Ekki segir þetta Pútín, nei. Hann alltaf búin að hefja innrásarstríð, þannig að það er... Hann er... Bandaríkin hafa ráðist í fleiri lönd heldur en okkur. Þeim skora á okkur sjálfstæðismenn aðeins að passa ykkur á að fara ekki aftur í kaldastríðs skotulega. Nei, alls ekki. Og standa alltaf, þetta er bara ný heimsmynd. Við erum með tvo, við getum kallað illa einræðisherfa sem ásælast lönd, nágranna sinna. Og þetta er bara ný heimsmynd og við séum alltaf automatist já og réttlæt og afsaka yfirgang hræsnisheimsveldisins. Við verðum aðeins að endur skoða það. Ríkisstjórnin hefur nú samtalið verið skýr á því að það þarf að virða landamæri, það þarf að virða sjálfsákvörðunarrétt þjóða og þetta bara skiptir máli þarna að vera að togast á grænlendinga og sjálfstæði þeirra, hvað að gera landið þeirra og þá þetta bara að þeir eiga að ráða því sjálfur, grænlendingar, hvort sem að það er sjálfstæði frá Danmörku eða einhver ítök eða samningar við Bandaríkin. Það eru þetta fyrst og fremst grænlendingar sem eiga að stýra ferðinni þar. Þannig að það er bara þetta mjög mikilvægt að við hlustum á raddir þeirra og leifum ekki þeirri umræða viðgangast að þau séu eitthvað Kristrún ekki mátt að skjóta því inn í þegar hún að fagna því að Trump sé að taka við þarna á mánudaginn, að bara vara við yfirlýsingum hans, ásælni hans okkar næstu nágranna. Hún hefur nú talað um að það þurfa að virða landamæri og virða rétt þjóða til þess að ákvarða einn framtíð. Það er náttúrulega svona, ég tek alveg undir þetta sem þú ert að segja. Ég meina þetta er ákveðin kannski furðuleg samningatækni eða svona fyrsta skref í einhverju slíku eru svona álit kannski flestra. Það er ekkert að gera þarna. Hann lýsir einhverju svona yfir og sjáum hvað setur, leifum þeim að eiga þetta eiga í þessum samskiptum. Grænland og það er ekki allir ánægðir með í samskiptum Grænlands og Danmerkur og þú veist, hann er náttúrulega fyrst og fremst talið að sækja þarna í ákveðna málma sem eru verðmætir og til að búa til rafhlöður og þetta. Þannig að ég tek undir að þetta er náttúrulega fyrst og fremst þessara ríkja mál en ef að væri að stefni eitthvað að væri virkilega að fara... Hann var að hringja í Mette Frederiksen í vikunni og það verður komið fram að Financial Times var með frásögn að þessu sem að var 3 korter af einhverju sturtu þar sem hann hellti sér yfir hana og var að tjá henni að hann ætlaði að taka Grænland og eigum við ekki að taka mark á þessu? Jú, en látum grænlendingara þá biðja aðstoð, skilja ég fyrst. Já, eigum við að koma... Þeir undir einhverju þingun. Það er ekkert búið að
þú veist, gerast. Hann Við erum bara að mótmæla þessu harðilega. Já. Svo er þetta Kalla sendiherrann heim. En ef ekki Þeir eru byrjaðir, þeir eru að segja sko. Kalla Svanhildi heim. Með alveg sömu rökumættana getur hann og mun kannski næst gera kröfu á Ísland. Þetta er alveg sömu rökin. Þetta er að berga heimsfyrirnum og Bandaríkjur Íslendingar get ekki ráðið við að halda heimsfyrirnum hérna. Og þeir eru komnir hérna að hluta. Og nú sé bara hérna næsta skref, við tökum þetta litla ríkið þarna og innbyrðum það sem eitt fylki í Bandaríkjunum. Ég meina það er alveg sömu. En þá er þetta bara sama við að það þarf að virða sjálfstæði og landamæri okkar og við erum þetta með varnarsamning við Bandaríkin og það hefur verið þetta bara eitthvað sem ég meina við höfum bara vilja það, þannig að það eru þetta bara, þú veist, það eru þetta teikn á lofti og við þurfum að fylgjast vel með og ég ber fulla traust til ráðherra þessara ríkisstjórnar að koma okkar skilaboðum og athugasemdum á framfæri, það er þetta samt ekki sama hvernig farið er að, því ég meina maður þarf að Já, ég er það og það er auðvitað bara, þú veist, það er ekki sama hvernig farið er að, maður þarf að gera það með réttum hætti en ég náttúrulega líka bara horfið til samstarfs við Norðurlöndin og ég held að við þurfum að efla bara rödd okkar Íslands og samstöðu með Norðurlöndunum þessi mál og þetta er auðvitað bara breyttu veruleiki og við sjáum bara að norðurskautsmálin og samstarf þessara ríkja mun skipta mjög miklu máli núna á næstu árum og í framtíðina. Alveg örugglega. Og allt tengist þetta Eurovision. Þetta er nákvæmlega það mál. Vegna þess að við erum að tala um að standa með alþjóðlegum og réttum og gildum samfélagsins, það sem rauninni okkar skálka skjóli í þessum grimma heimi og svo og það eina tæki okkar er einhver sniðganga því að við erum ekki herveldi, það er einhver sniðganga eða einhver mórall eða einhver orðræða eða einhver afstaða og hér erum við með ríkis sjónvarpsstöðvar sem standa fyrir söngvakeppni og við erum með fulltrúa Ísraels þar og við ætlum að halda áfram í partíinu og þannig er alveg kjörið tækifæri til þess að berjast fyrir okkar hagsmunum sem eru bara, þú veist, grunngildin sem við viljum berjast fyrir og standa með þeim og það mun kosta fórnir. Ég meina, þjóðir standa í herrekstri eða halda upp í her og það kostar þá fullt. Við höfum engan her en þarna getum við fært fórnir, við getum fórnað þessu eina partíi. Ef ekki bara treyst á Trump þar líka, hefur hann ekki boðað það að hann munir ekki að setja mörkum til að koma á friði þarna, þannig að svo náttúrulega friður og hans tillaga var það að taka palestínumenn og ryðja þeim út. Það var að koma núna bara áðan. Við erum að tala um að samneita fulltrúum ríkisvald sem stendur fyrir þjóðarmorði og við ætlum að samneita þeim. Já, núna er þjóðarflutninga sko. Já, hann ætlar að tæma Palestínu að palestínumennum. Það er að nýjasta. Og hvað finnst ykkur? Erum við að taka þátt í þessu partíi? Hann ætlar að hrekja 13 milljónir manna út í Bandaríkjunum. Hann ætlar að hrekja 13 miljónir. Og hún Þórdís Kolbrún er líka sammála mér. Hún myndir örugglega líka berjast gegn því að við værum í Eurovision. Ef ekki láta hann að svara fyrir það. Það er ekki partur af utanríkisstefnu Íslands að samneita og styðja þjóðarmorðingja. En ef hann lýsir yfir að hann vil tæma Palestínu að palestínumönnum, hann vil taka Panama-skurðinn, hann vil taka Grænland, hann hefur sagt, þú veist, það er nú kannski minna oft sjaldnar sem að segja það, að innlima Kanada inn í Bandaríkin. Hann ætlar að hrekja 13 milljónir manna út úr Bandaríkjunum. Hann er að grafa undan lýðréttindum transfólks. 13 milljónir manna, hvaða hópur er það? Það eru ólöglegir innflytjendur sem hafa brotið af sér? Nei. Jú, fyrst og fremst það. Það er tilskipuninni. Líka þeir sem hafa fæst bara í Bandaríkjunum og þannig hljótt ríkisborgarétt. Og þetta er, við erum með varnarsamningu við þetta land. Mér finnst bara sjálfsagt að Íslands stjórnvöld fari að tjá sig þessa þróun sem á sér stað og segja bara ef þetta er þróunin sem að verður ég meina, hvað ætlar að gera? Ég meina, vilt þú vera í hernaðarbandalagi með Pútín eða hvað viltu? Nei, ég meina, það hlýtur eitthvað takmörk fyrir því hvað Bandaríkin geta leyft sér. En þetta er samt mjög erfið spurning Já, ég meina, heimurinn er erfiður og við erum bara að svara erfiðum spurningum og því geta verið að segja að við erum alltaf í liði með Bandaríkjunum alveg saman hvað þau gera, það bara er ekki boðleg afstaða. Svo erum við þetta líka bara í varnarbandalagi og það er NATO og hann hefur auðvitað hótað því að segja sig úr NATO og þannig að það myndi breyta verulega okkar veruleika en
ég veit ekki hvort þú sett að gefa það skynna sett sammála því, en ég held að hagsmunum Íslands sé best borgið í einhvers konar varnarsamstarfi. Það alveg augljóst mál og maður einhver leyti, eins og Rósa segir, maður einhver leyti að sjá, en það eru teikn á lofti og ég hef miklar áhyggjur eins og þú segir, Gunnar, af bara mannréttindum og þessar yfirlýsingar og forsetatilskipanir, það er vekja þetta ugg. Og líka NATO, hann er að segja núna í 5% af landsframleiðslu Evrópu að fara til hernaðar. Það eru 15% af ríkisútgjöldum. Það þýðir að Evrópa á að leggja niður velferðarríkin og breyta sér í hernaðaríki að hans kröfu. Síðast þegar hann gerir þessa kröfu að hækka upp í 2% þá hlýti Evrópa. Líklega mun stór hluti Evrópu hlýða. Ég held að Pólverjarnir séu komnir í 3,5%. Þetta eru krafa sem kemur hingað líka og við höfum bara að segja er þetta bandalagi sem við viljum vera í? Viljum við leggja af evrópsku leiðina að byggja hér upp velferðaríki og taka upp að kröfu Donald Trump og Bandaríkjana að breyta Evrópu í eitthvað svona hernaðar ríki þar sem að öllum peningum sem aflögu eru sé veitt í það að kaupa bandarísk vopn. Það eru þetta tölulegar fjárhæðir og talandi vext og verðbólgu þá hefur þetta bara áhrif á það. Þetta eru margir milljarðar. Áður fórum við þáttinn þá ætlum við að tala lítið Trump af því hann verður aðal persónan. Helga gaman að tala hagræðingartillögurnar hans og hvernig uppsveifla hefur orðið í viðskiptalífinu bara frá því að hann var kjörinn, svona teikn á loft það. Það er náttúrulega ýmislegt, við megum ekki bara að taka einhvern veginn það daprasta. Ég óttast en þetta er ekki bara einhver taktík að stjórna fjölmiðlum og okkur og láta okkur snúast einhverja svona hluti. Það kasta svona hlutum fram og allt fyrir á háa loft og stormur og meðan þeir verið að gera eitthvað annað. Mann finnst með að vera að manipulera með mann. Það fyrir þetta að fylgjast vel með því sem það er gert. Það er skemma þennan þátt með því að tala Trump. Flokk fólksins og Talandi Trump. Þetta segja Flokk fólksins er Trump fyrsta flokkur. Flokk fólksins og í morgun las ég þetta væri 400 milljónir sem að fengi þrátt fyrir uppfylla ekki skilyrðin og hvað var ekki Vinstri-grænir líka, vantaði þeim ekki líka í mörg ár þessi skilyrði? Voru þeir ekki vitlausskráðir líka Vinstri-græn? Þetta er auðvitað svolítið spurning framkvæmd þessara laga síðustu ár og það er auðvitað að það hefur verið misbrestu þar á og það er kannski eitthvað sem að fyrir ríkisstjórn þarf að svara fyrir en nú undir ríkisstjórn Ríkisendurskoðun? Hvað segir þið? Og Ríkisendurskoðun og endurskoðun þessara félagasamtaka? Og algjörlega og en þetta er auðvitað bara eitthvað sem þarf að taka á og við höfum þetta að gera það úttalendum hagræðingarkröfu, ríkisstjórnin að við leggjum mikla áherslu á að fara vel með opinbert fé, þannig að þetta er bara eitthvað sem þarf að laga og verður lagað. Fyrir nokkrum árum síðan þá var ég ritstjóri tímaritinu Mannlíf og Vala Helgadóttir var blaðamaður hjá mér og við lögðumst í það eftir prófkjör í flokkum að finna út hverju voru með svona áhugamanna félög frambúðið því að það er ekki skattskylt og þarf ekki að gera, það getur að stofna svona áhugmannafélag, bara hvert og eitt okkar getur bara stofna svona félag og þá er þetta að reka það án nokkuð eftirlits. Ef það er það, eins og fólk hefur gert í þessum prófkjörum, þá er þetta bara ótrúlega erfitt mál. Já, það er einmitt úr nýr fjármálaráðherra hefur boðað það að þetta verði gaumgæfilega að skoða en það sem að vekur náttúrulega athygli í þessu líka er og það fær einhverja lúkningu og einhverja niðurstöðu á næstunni væntanlega og ég gerir ráð fyrir því að aðrir ráðherrar þurfa eitthvað að stíga inn og svona svara fyrir þetta en leyfum þeim að skoða þetta, gefum þeim færi á því en það sem vekur athygli er hvernig þetta nú að við verum að tala flokku fólksins, það hefur hingað til fyrst og fremst verið ein manneskja og snúist í kringum hana. Hún náði á þing þarna fyrir nokkrum árum og hefur verið svona hefur verið yfirleitt fyrst allra til þess að gagnrýna og ásaka aðra ef eitthvað ef einhver opinber stofnun heldur árshátíð fyrir einhver upphæðir þá ræðst hún á það og segir þarna sem við verið að brula með opinbert fé og slíkt Núna biður hún bara fréttamenn sem spyrja út í þetta að svara því sjálfir sem þeir eru eða svona, þú veist, fer undan í flæmingi neitar að svara og þú kemst náttúrulega ekki upp með það þegar þú ert orðin ráðherra. Þú veist, það er hægt að vera svona gjammandi og gaggrínandi og ásakandi og vera hress og skemmtileg og segja það sem er dettur í hug ykkur populisma hverju sinni þegar eitthvað kemur upp alltaf fyrst manna til að grípa til þess þannig nú er bara komið að því að þetta
hætt að vera þannig skemmtilegt sko, nú bara komið þau hafa náttúrulega gefið þá út að þetta verið leiðrétt og þau ætla að breyta þessu. Já, en ég meina nú allt í einu þetta sko Kastljós komið, byrju, nú þú ert ábyrgur ráðherra, þú ert komið flokkurinn sem að augljóslega hefur verið mikið bara við bara umhverfst í kringum hana, kemur í ljós að það ekki verið haldnir neinir landsfundir eða kjördæmafundir eða hvað, þetta heitir allt saman í áraraðir og engin gögn einstæður eitt eða neitt, þannig að þetta og núna þetta apparat komið og einstaklingar þar komnir í ráðherradóm nokkra og í ríkisstjórn og þar náttúrulega bara gríðarlega ábyrgð sem felst í því og allt inni þurfa að fara svara fyrir sko og fara bara undan í flæmingi, þau komast náttúrulega ekkert upp með það. Hver glæpurinn? Glæpurinn vitlaus skráning en það getur enginn efast það að flokkur fólksins stjórnmálaflokkur og hefur verið það og það andi lagana að styrkja stjórnmálaflokkana en hérna þannig að glæpurinn vitlaus skráning þannig að mér finnst þetta að vera upplagt til þess að búa til einhvern storm en ég meina fyrir ekki því að ég skuli koma flokki fólksins til varnar það er ekki alveg ég meina þau hafa bara gefið út að þetta verið leiðrétt og maður treystir á það samt ég þurfa að geta þess þetta er andi lagana að styrkja stjórnmálaflokka og þeir hafa raunverulega og verið það en eru við ekki að dæma hérna hvað þú veist við rassist það er bara þetta svona fær þessa umræðu kannski að því að viðkomandi sem hérna í forsvari hefur verið fyrst alltaf til að koma fram og dæma aðra og þessum fjármunum væri nú betur varið hjá hérna eins og maður gerir í stjórnarandstöðu og sjálfstæðisflokkinn hefur þetta verið að gera núna þegar hann er komin í stjórnarandstöðu Jón Steinar skrifar sem sko fyrir hæstaréttardómari Já, hann skrifaði í morgun og niðurstaða dómarans það að þetta bara sends ekki í lög Nei og þá hvað á að gera ef þú tekið peningum á röngum fórsetum Hver útlutaði peningunum? Já, það er náttúrulega bara ríki sem hefur útlutað peningunum og ekki farið nógu vel með sko bara eftirlitið að framkvæmd þeirra laga sem að útlutin byggir á. Það er eitthvað sem verður að laga og verður laga. Þegar öryrkjar eða... Það farið með þetta í dóm og ég meina á spurningi hvort Jón Steinar eða hver kveður upp þann dóm. Þegar sko sjúkratryggingar eða einhver aðrir opinber svona apparat hafi verið að ofgreiða fólki að þá nú yfirleitt farið í það að óska eftir endur tryggingarstofnun aldeilis já þannig að Þetta eins og það eiginlega sáralítill munur á þessu, þetta bara einhverjur handvömm hjá flokki fólksins að skrá sér, það ekki eina rosalega kvaðir sem fylgja því að skrá félag sem stjórnmálasamtök. Eiginlega minni ef eitthvað Þetta stóramálið það verður að gera grein fyrir hverju? Hvert peningarnir fóru og vera að sína reikninga flokksins Þau hafa gert það sko. Þú getur nálgast reikninga flokksfólksins inn í á ríkisendurskoðun eins og annarra flokka Ég veit ekki hvort þessi komið með 2023 inn ég þekki það ekki en ég hef stundu kíkt á þetta og þetta flokkur sem hefur eiginlega engar tekjur aðrar heldur en ríkistyrki það eiginlega engin svona félagsgjöld eða þetta lítur út svona utanfrá séð ekki sem svona það sem maður myndi ætla væri stjórnmálasamtök en sumiliti á það líka við Pírata og fleiri sem eru eiginlega er ekki keyrð á svona þessu gömlu hugmyndum að félag eitthvað sem við leggjum öll í púkið og það sé okkar sameiginlega félag Eru þið með félagsgjöld í sósíalistaflokknum? En það kannski, ég held þessi 130 félagsmenn hjá flokki fólksins ég las það ekstra en það kannski líka, við erum kannski að tala þetta svona dag eftir, eða þú veist í þessa daga því að það eru svona viðbröðin eins og hjá henni nei, þetta verður ekki endurgreið, skiljið, þú veist það var svona aðeins stuðandi viðbröð af því að hún hefur það er svo stutt síðan hún var hinum megin línunar og hefði ekki kasta steini úr glerhúsi eins og sagt en það er alltaf hlutskipt þessum gagnrýnir þetta er svolítið breyting að fara úr stjórnarandstöðu í stjórn en hérna eins og ég segi þetta bara stendur til að þetta verður lagað og maður treysti því það var náttúrulega útluta ég held að sé í lögunum, ég las það einhvers þar að ríkinu ber að útluta þessu fyrir 2015 það var í gær þannig að tala að þetta myndi dreifast að aðra flokka styrkurinn sem að þetta fara til flokka sem mann finnst svo sem einkennilegt og hagræðingar tillögurnar þær tekja ekki á þessu líka ekki tillögur að skera þetta niður það var konar hvað 4.000 tillögur en hagræðingar tillega væri ef að einhver flokkur stendst ekki kröfurnar að þá mun sú upp að renni í ríkissjóð en ekki dreifast til annara flokka eins og samkvæmt lögunum það líklega þannig þá eykst styrkur það ekki bara ákveðin upphæð sem í púlíunni og svo eru 5 eða 8 flokkar sem komast inn og það dreifist bara eftir einhverju reglu það verður spennandi að sjá þessar hagræðingatillögur maður er búin að skoða nokkrar og það eru margar góðar frá hverjum?
Sko ég fekk senda tillöguna til dæmis frá breiðfylkingu heilbrigðisstarfsfólks smásölu áfengis, mér finnst hún góð. Sem að móti í þessu? Já, bara það var talað þar að kostnaður ríkisins vegna áfengisneyslu, áfengistengdra sjúkdóma, ofbeldis og svo framvegis einhverjir, 300 milljarðar, minnir mig. Smári, þú þekkir þessar tölur? Já, þetta hefur verið metið svona, þetta er náttúrulega mjög erfitt mat, en þetta er stærðagráðan. Það sem kostnaður samfélagsins við áfengisneyslu er svona 300 milljarðar. Fyrir utan allan harminn sem mælist ekki. En það þetta er rosalega margar tillögur og það er við að skipa hagræðingarhóp og svo er gervigreind fara. Erum við að tala bannár eða hvernig? Bannár, já. Ég held það svona ekki raunhægt að banna alfarið áfengi, en það er... Það til þess form sem að var þegar þú varst að fara fyrst í ríkið. Ekki netsala eða eitt. Þetta er spurning kannski netsölu Það er bara ríkið. Og framkvæmdin á því hvernig salin er núna. Fyrirverandi umboðsmaður, við fengum vinnu í ríkinu, við vorum ekki einu sinni tæki til að kaupa áfengi en við máttum selja áfengi. Við vorum þarna starfsmenn í Kvennaríkinu og lærðum þarna að gefa tilbaka og gera upp og vorum þarna stóðum það heilt sumar og fengum svona kennslu í viðskiptum og verslunarháttum og líka svona framkomi við starfsfólk. Það var okkur ómetanlegu skóli. Varst þú ekki að leika í þáttum Guðsveigar? Nei, hvað var það? Ég er kannski að rugla. Já, bíómyndinni, já. Nei, þú ert ekki henni. Ég skrifaði það. Nei, ég veit ekki. Þú kannast ekki við það. Hvað á að taka langan tíma í hagræðingu? 15. og 20. febrúar, einhver hópur sem var að fara yfir þetta. Nei, sem og gervigreind líka. Á að skila tillögum til aðgerða. Það búið að skila tillögum. Já, nei, ég meina að fara í gegnum þetta. Hvað gefur á starfshópurinn að fá langan tíma til að vinna? Það er til, eitthvað meðan lok febrúar. Við ætlum að fjalla þetta. Ég ætla að byrja á viðskiptaráði og félagi atvinnurekenda. Þannig að Óli Stef og Björn Brynjólfur koma á þriðjudaginn held ég. Ég ætla að byrja á að heyra þeirra tillögur þar sem að viðskiptaráði svolítið á Trump-línunni. Ég ætla bara að draga úr ríkisútgjöldum þriðjung eða eitthvað. Það er næstu því. Brjóta upp kjarasamningana og eitthvað fleira. Þannig ég ætla að byrja á því. En svo ætla að með þetta svo áhugavert að við ætlum að reyna að fjalla svo tillögur frá ýmsum hópum og meðan að sjálfsagt að við séum ræða tillögurnar á sama tíma okkur starfshópur, ekki við 4 og okkur gervigreind, 50. Já, akkurat. Þetta er bara mjög áhugavert. Þetta er náttúrulega pólitík í þessu gömul og ný. Þó komið með á sín tíma. Sem hver? Vigdís Hauksdóttir. Já. Og Guðlaugur Þór, þau voru formar og varaformaður fjárlaganefndar. Og þau komið með einhverja 200 tillögur í mandari. Og hvað var þeim? Allir sé búið að framkvæma það? Ólíklega. En svo er náttúrulega pólitík í þessu það hefur áslag þá. Ég held að það hafi komist rétt til skila að þetta snýst ekki bara að skera niður eða minnka þjónustu eða þetta getur verið til skoðunar að leggja einhverja stofnun niður eða slikt, en það snýst þetta fyrst og fremst að fara vel með opinbert fé og það getur auðvitað í sumtilfellum þýtt fjárfestingar til þess að við förum vel með starfskraft okkar, til dæmis bara maður nefnir í heilbrigðiskerfinu. Það er auðvitað ákveðin pólitík að bara leggja niður fullt af stofnunum og leggja niður ríkisútgjöld eða minnka ríkisútgjöld svona kalt, en maður þarf auðvitað að horfa líka á heildarmyndina og til lengri tíma hvað skila sér til samfélagsins. Þannig að mér finnst það að hafa komið við til skila og mér finnst bara frábært hvað er mikill áhugi á þessu meðal almennings og þetta bara hagsmunaaðila og svo framvegis. Þannig að þetta er bara greiðleg þátttaka sem að ég held að líka sýnir ákveðna bjartsýni og trú á ríkisstjórninni, og þetta er bara felur í sér að það á ekki að gera allt eins og hefur verið gert endilega. Fólk er tilbúið að velta öllum steinum. Já, mér finnst bara mjög gott að sé vera ræða hagræðingar í ríkisreksturinn bara yfirleitt og hver sem á frumkvæði að því. Það er eins og nefnir, það er náttúrulega þingmenn og fyrirvændi ráðherrar og aðrir úr öðrum flokkum sem hafa verið að berjast fyrir ákveðnum hlutum og komið ýmsu í gegn. Miðflokkurinn auglýsti eftir tillögum fyrir svona 4 árum. Já. Muni getið því. Kannski verið að fá þær tillögur sem að þeim. En núna ætti þetta kannski að vera svona jafnvel breiðari
samstæða jafnvel, það er náttúrulega verið, við þekkjum, já, það er pólitískt briljant, verð ég að segja. Þið sjáum bara hvað stjórnarandstæðin er miklu vandræðum. Sem er náttúrulega mjög góð. Af því að þeir verða að vera á móti en samt alveg á þeirra línu og svona. Það er bara fyrsta sem að gerir að styðja við góðar tillögur í þeim efnum. Og það er fallegt að þið eru í vandræðum, því þá er ekki bara hreinlega farin í skotgrafina. Þið eru þó að viðurkenna prinsipin sem er mjög flott og ég gefum kredi fyrir það. Eins og þingmenn okkar Áslaug Arna og Guðlaugur Þór og fleiri sem hafa verið að birta að það er tillögur sem að þau hafa verið að vinna að og hafa kannski ekki komist í gegn í því samstarfi sem var og við vitum hvernig það fór, það bara gekk ekki lengra og þau hafa verið ötul við að segja að þetta eru tillögur sem að við vildum ná í gegn en náðist ekki í gegn og ég hlakka til að taka þátt í og styðja góða þessar tillögur og þetta felst einmitt, getur falist í hagræðingu felst ekki bara niðurskurður og ekki alltaf. Það getur falist líka bara í því að fela öðrum að veita þjónustu og hugsa svona hlutina þessu upp á nýtt. Útvistun? Já, það var hugsa það líka. Útvistun, já. Nespresso, þetta kom bara með útvarpinu að ríkið er svona rosalegu stórkaupandi af Nespresso og þetta finnst mér ætti að vera glæpsamlegt því að sko í Nespresso Hilkin, það er 1 gramm af áli. Þetta er sko dýrasti espresso sem þið getur fengið sko fyrir náttúruna. Það er rosaleg orka. Ál er frábær málmur og mjög mikilvægur í öllu transporti en allur einnota áliðnaðurinn verður líklega komin á lista yfir glæpi gegn mannkyninu eftir ykkur ár sko. Þetta er rosalegt. Þannig að þú sért að farga 1 grammi af áli við þessu er rosalegt. Sendir þú tillögu? Nei, það var einhver tillega. Það var einhver sem bent á þetta. Var að tala um ríkiskaup að ríkiskaupin kaupa svona rosalega mikið og þú veist, endurvinnsla á áli eru þetta líka laust en það er talað um sko þjóðverjar sem eru heimsmeistarar í endurvinnslu þeir skilin í endurvinnslu svona helmingnum af Nespresso hulkjónu sínum helmingnum, það þýðir 50% af því fer í ruslið og er bara sóun. Frakkar í öðru sæti þeir skila 17%. Samt eru þeir mjög duglegir. Ég veit ekki hvað við skilum miklu. Þetta er alveg rosaleg sóun á orku og verðmætum og að ríkið skuli vera að stýða það. Þetta er mjög mikilvægt að þetta stoppi. Þetta er bara mjög góð punktur að það er að endurskoða miklu leyti opinber innkaup og þetta er bara dæmi það hvað þessar tillögur frá almenningi geta skila miklu og líka fólk sem tilbúið að taka þátt. Og svo flugferðirnar, hverju þurfum við að senda mikið fólki til útlanda. Það kostar okkur 1 tonn og 200 kíló af kolefni að fara eina ferð til Evrópu og tilbaka aftur. Þetta er sko 4 íslensk kross. Massin af því sem við skiljum eftir í og þetta er rosalega útblástur bara fyrir mig og mér 90 kíló. Ég er ekki að tala um alla flugvélina. Bara að flytja mig og farangum minn til Evrópu og baka aftur kostar 1 tonn og 200 kíló. Eða 3 10 ára gamlar aspir. Sem er 400 kíló hver. Þannig að þú veist, ráðuneytið segir tökum þetta sem fjarfund. Tökum þetta sem fjarfund. Það skiptir samt líka máli að hittast og sérstaklega í samstarfi við önnur ríki. Það getur líka verið mjög mikilvægt. En svo eru tillögur annað sem eru svona leggja niður listamannálfin, leggja niður aðstoðamenn ráðherra, leggja niður utanríkisþjónustuna. Þetta er svona, ég veit ekki hvað þessi mál gætu heita, sko. Þetta er eitthvað sem er búið að vera poppar alltaf upp í umræðinni. Já, þetta er svona endurnuna tillög kannski einhver leyti. En svo þetta með heildarmyndinum að það líka huga til dæmis eins og vandi menninguna hvað hún skila miklu í þjóðarbúi þegar maður fjárfestir í henni. Þannig að það er auðvitað þessar tillögur að vera alltaf teknir til skoðunar en það er ekki þar með sagt að það veri allt hér lagt niður. Ýmis samlegðar áhrif af öflugu menningarlífi. Það hefur við gengið út frá síðastliðin ári í Hafnarfirði þar sem ég hef verið bæjarstjóri. Ég þurfti að kynna mér fyrir þér áðan og ég semst verið þar í nokkur ár og við höfum aukið styrki til menningarlífs og lagt mjög mikla áherslu á menningarlífið og við finnum að það er að hafa mikil samlegðar áhrif út í veitingastaði, kaffihús og verslanir og annað, svona þjónustu í bæjarfélaginu og það bara skiptir mjög miklu máli og fyrir utan náttúrulega hvað auðgar andan á það en að fjárfesta í menningunni, við erum ekki að tala um miklar upphæðir í samfélagi eins og Hafnarfirði en samt við höfum verið að styðja vel við menninguna og leggja mikla áherslu á hana. Er ekki að tala um að hver króna sem fjárfest í menningarmálum skilir sér allavega þrefalt tilbaka? Já, það er allavega er að koma mjög vel út. Margfalt að minnsta kosti, já. Er þetta rétt bundin?
Ég veit að, jú, ég get ekki verið að tala, ég þarf náttúrulega að tala móti öllu. Þú getur ekki talað móti þessu. Og nú skal ég skal tala móti menningunni. Sjáðu, nú gerist það. Stígasta kolefnisspor menningarinnar, bæði kvikmynda og leikhús, flutningur áhorfenda fram og tilbaka. Transport áhorfenda. Þá höfuðstrætó sem betur fer og og borgarlínu. Ég segja, þetta við vannmáttu gagnvart þessu, þannig til að verða orkuskipti í transporti. Þannig að við stöndum fram við því að við erum að prumpa menningin, rosalegu kolefni, því við erum að flytja áhorfendur fram og tilbaka. En svo getum við auðvitað skorið okkur niður í framleiðslunni og það er þá leikmyndunar, en líka ferðalögin. Og ferðalög almennt aftur í kvikmyndagerð eru sko dýrustu kolefnissporin. Þegar þú ert tilnefndur til veluna einhverju kvikmyndahátíð, flýt til Evrópu til þess að tala í 20 mínútur og fara aftur heim. Þetta er eiginlega óafsakanlegt sko. Og bara fjárfundur. Já, ég meina það er líka hægt. Eða með planta trjám með mér á vorin. Við erum alltaf að planta trjám og kolefnisjafna þetta. En þetta þarf að vera partur af hugsun okkar, varðandi allar okkar framkvæmdir. Þú segir hérna frábært, sko málið er það flutningur eða framkvæmdir eða líf, það kostar kolefni. Þannig ég fæ bara mikinn móral yfir því að við höfum stutt þannig við til dæmis eins og Bæjarbíó og slíkt, að koma þúsundir manna aðstæðar af á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Nú fæ ég bara mikinn móral. Það skipta orkuskiptin í samgöngum skiptamáli, bæði innanlands og í milliríkja. Við fórum á leikrit í Bæjarbíói núna í haust, ævintýralega skemmtileg ferð, fótt okkur strætó í fjörðinn og voru þar. Þá eru þið á réttum megin. Og mjög skemmtilegt leikrit. Þetta er nú góð strætóleið á sinn. Þetta var, við vorum að eyða umhverfinu. Já, svo getið þið líka reynt að vera bara 1 klukkutíma lengur í rúminu. Sko ef mannkyni væri bara 9 tíma í rúminu en ekki 8 tíma, þá værum við með minni losun. Þannig að gera minna. Bara að sofa þetta á okkur. Já, gera minna, hreyfa sig minna, framleiða minna og bara gera betur. Allavega að finna leiðir til að gera allt þetta með minni kolefnisútblæstri. Það er líka hægt. En haldið að þetta sé snjallt hjá ríkisstjórninni að búa til svona stemmingu að nú ætlum við að fara að spara í ríkisrekti sömuleyti sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki tekið náttúrulega verið við völd. Alltaf að tala að bákni burt en hann bara bjóð til báknið eins og það er. En einhverju leyti mistekist að vera að tala þá sparnað. Það er oft verið að tala svona útvistun og sem náttúrulega ekki sparnað, að taka það frá ríkinu og flytja það til einkageirans, það breytir svo sem ekki miklu fyrir þjóðarhag. En ekki náð. Oft eru hlutinni gerði kannski með hagkvæmari hætti. Ég meina við höfum góða reynslu eins og bara af útvista leik- og grunnskólum eða sem sagt eins og við erum með Hjallaskólan og fleiri sem og við komum á laggirnar úlingaskóla í Hafnarfirði sem úlingar úr öðrum sveitarfélögum sækja meira sig og komast færi að þeim vilja og ég meina það er bara verið að gera hlutina með hagkvæmari hætti og við erum að minnka bákni þannig ég meina og það er bara ánægja með fjölbreytni og þangað fara börn með svona ákveðin áhugamál og svona ákveðina áherslur og þannig að já, við höfum nú allan eitt á móti því En ég sé ekki að það sé eitthvað svona sparnaður í því. Við erum með einkavætt heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum sem er 3.000 dýrar en í okkur og við höfum séð allar þessar útvistanir í Bretlandi það sem NHS verið grafið inn að það sparar ekki pening. Það bara flytur pening til einkafyrirtækja sem er markmið sumra flokka, það er bara þannig. En ég er bara að tala að það hefur ekki, Sjálfstæðisflokknum hefur ekki náð, kannski af viljanum á því að beina umræðinu yfir í rekstrarform og að flytja peningana yfir til einkafyrirtækja hefur ekki náð í að vera að fá þjóðina með sér að bara fara betur með fé ríkisins, með því að bara endurskoða hvernig farið með peningana og annað slíkt sem að með sumiliti finnst mér eins og þessi ríkisstjórn sé að ná því. Verið á þeirri vakt og komið mörgu áleiðis en kannski Já, við vitum hvernig síðast stjórnarsamstarf fór og það var til dæmis, ég er ekki að segja að það verið nákvæmlega út af einhverjum málum þessum sem þú ert að nefna en það var ekki samstaða ákveðna hluti. Ég meina, ert þú bara á þeirri línu að það er bara að senda alla til Svíþjóðar í ákveðna aðgerðir og svoleiðis, bara það sé bara eina leið. Ef það vantar skiptum mjaðmir á Íslendingum, að þá á að byggja upp mjaðmaskiptir til dæmis og Landspítalanum upp á Akranesi, þar sem ég fekk mína mjöðm. Þar er rekið held ég
einu sinni í viku sem eru uppskurðir, gætu verið alla daga, frábær aðstaða sem vannýtt vegna vannfjármögnunar til þess að sé þetta beina mjaðmaskiptunum yfir í eitthvað einkafyrirtæki hérna í Bjármúla. Og mér finnst þetta bara kolröngstefna, mér finnst að ég reka heilbrigðiskerfið bara af ábyrgð, ef það þarf að skipta mjaðmir í fólki, þá bara skiptum mjaðmir í fólki, ef það þarf að sinna fólki, við að reka hérna bara eitt heilbrigðiskerfi eins og meiri hluti almennings vill, þar sem allir hafi bara sama aðgengi og þetta að vera að tala um að þrengja svo að heilbrigðiskerfinu, að þau anni ekki mjaðmaskiptum, hann verið til biðlistar og þá hafi fólk rétt á því að fara til Svíþjóðar, að segja þetta sé dæmið vondan hérna ríkisrekstur, að þessi betra hafi þetta í höndum enga gera. Ég held að bara sjá allir í gegnum þetta. Þetta sé engi sem trúir þessum mönstur og sjálfstæðarflokksins í þennan málaflokk og við hljótum að vera sammála um að það megi fara í gegnum það hvernig hlutinir eru gerðir. Nýta betur skurðstofun upp á Akranesi og hvernig sem það er gert. Já, þetta náttúrulega þetta líka hlut af þetta bæði hagræðingartillum og við tölum fyrir þessu mjög skýrt í samfélaginu að þetta snýst líka heildarmyndina, að fara betur með fé og leita bæta þjónustuna. Það er rosalegt að bíða í 2 ár eftir þjónustuna fyrst og fremst. Og það kannski spilar inn í líka að það vantar og það sem við höfum talað það vantar upp á kannski samskipti á milli þessara geira, það eru þetta einkageirin í heilbrigðisþjónustu og svo er opinberi geirin og svo er þriðji geirinn. Og okkur vantar svolítið samtal og samstarf þarna milli og það vantar líka eins upp á eftirlit til dæmis í einkageirunum. Það við þurfum að geta fengið upplýsingur það sem í rauninni er þetta niðurgreitt líka af ríkinu gegn sjúkratryggingar, þessi þjónusta bara hvernig þjónustun er háttað og gæði þjónustunar og svo framvegis, þannig að við höfum þetta tala fyrir blönduðu kerfi og ríkisstjórnin áfram á því og það eru þetta það sem er verið að senda. Þið viljið að einkageirinn færi sig og fikri sig nær í sjúkrahúsrekstri eins og ég myndi kannski ekki segja það, en ég held að það sé mikilvægt að fá yfirsýn yfir þá þjónustu sem að einkaaðilar eru að veita og þetta eru auðvitað bara við þurfum að horfa á þetta þannig sem að nú segir við sem störum í heilbrigðiskerfinu, þetta kemur úr heilbrigðisgeirinum, en við þurfum að geta að tala saman og verið eitt heilbrigðiskerfi og til þess að veita sem bestu þjónustu, en það er alveg rétt að það er ekki endilega þannig að það sé alltaf fara betur með almannafé í einkageirinum. Það kannski hentar sumstaðar að framkvæma til dæmis aðgerðir og það þarf bara að skoða það líka praktískt út frá því hvernig staðan í heilbrigðiskerfinu hver getur annað hvaða þjónustu og hvar henni sé best borgið, en ég tek alveg undir með þér að það verður að leggja áherslu á opinbera geira. Hann er auðvitað bara máttarstólpinn í okkar heilbrigðiskerfi og það eru sumar aðgerðir sem var aldrei framkvæmdar á einkastofu og ákveðin þjónusta eins og til dæmis bara vegna krabbameina og þvíumleikt sem að mínum að þetta þarf að vera áfram á Landspítala. Það standur veginn fyrir sóun í einkageiranum, munið ekki eftir skýrslu sem kom fyrir svona kannski 12 árum að á Íslandi væru teknir 7 sinnum fleiri kirtlar úr börnum heldur í næstu löndum. Þetta var bara gata sem að hálsnef og eyrnalæknar gátu bara verið að rífa kirtla út og sækja pening til sjúkratrygginga. Og hvað gerðist hérna? Var þetta eitthvað svona bú? Nei. Það var bara hort. Og það er auðvitað bara hluta þess að sjúkratryggingar þurfa auðvitað að hafa líka bolmagn til þess að sinna eftirlitsskyldu og það er auðvitað bara sameiginlegt hagsmunamál einkageirans og opinbera geirans að það sé yfirsýn yfir þessa málaflokka og hvað er verið að gera og sé líka rétti hvatar í kerfinu til þess að framkvæma aðgerðir eða inngrip eða veita þjónustu sem hefur sýnt sig að skila sér og það er hluti að fara vel með almannafé, að gera hluti sem að sannarlega hafa vísindina á bakvið sig og þjóna hagsmunum fólksins. Við erum alltaf að tala um fé svona fram og tilbaka sem er orðið sóun á fé eða sparnaður á fé, en við ættum eiginlega, eins og ég er alltaf að reyna að koma að, það er líka sparnað á koltvísýringi eða sóun á koltvísýringi. Eins og þú bendir á, þá kostar það líka koltvísýring að senda fólk til Svíþjóðar í aðgerðir og þú veist, og við erum á svo undarlegum stað með þetta allt saman að það er alveg þess að þið rétta viðbragð hefur alltaf verið gagnvart mengun eða ágangi mannsins á náttúruna er að stíga tilbaka og stoppa og hætta og þá fær náttúran kannski tíma til þess að jafna sig og það er alltaf svona land sem fyrir eyði
er bara land sem blessað. Það vex og þess vegna byggðastefna held ég ekki góð. Við viljum fá land í eyði, við viljum að landið jafni sig á manninum. En það önnur umræða. En mér finnst þetta líka vera svo erfitt að því þetta sko, þessi strategía að gera ekki neitt, ganga tilbaka, leyfa náttúran jafna sig. Hún gengur ekki lengur. Við erum komin eiginlega fram að brúnni þar og við verðum að gera allt og við verðum að koma á, sem mótsögn, kolefnisbindingar iðnaði í massavís. Það þetta mál af því að við erum með fyrrandi bæjarstjóra Hafnarfjarðar að það verður mjög spennandi málum sem Capfix. Og þetta rosalega erfitt mál og við endilega við ræðum það. Rósa, hvað þú ætlar þú að þetta verður kosið með þetta Hafnarfjarðar ekki? Já, við erum búin að... Ætlar þú að kjósa með Capfix? Sko, við erum enn í að bíða eftir áliti umhverfisstofnunar. Við erum enn að bíða eftir fjárhagslegum áhrifum fyrir sveitarfélög og aðra af þessu verkefni og það hefur bara tekið sinn tíma, allt og langan tíma því að það bara stendur á þeim svörum. Þannig að Það er ákveðið hvenær á að kjósa? Nei, kannski getur ekki svarað þessu. Þetta er náttúrulega mjög ævintýraleg tilraun. Já. Ég sérstaklega í svona sko, nálagt nærri byggð, sko, ég get alveg tekið undir það og skil þau sjónarmið mjög vel. Þetta er spennandi sko, verkefni og núna eru farnir að tala við Þorlákshöfn líka og eitthvað slíkt sko. En ég gæti ekki sko, sagt í dag hvorum megin ég stend í þessu. Mér finnst samt að íbúarnir og umhverfið þar þurfa njóta vafans, mér finnst það mjög veiga mikill þáttur, en umhverfisstofnun hefur ekki skilað skipulagsstofnun hefur ekki skilað sínu áliti á umhverfisskýrslu verkefnið og við erum enn að bíða eftir því. Og eins og ég segi, bara hvað þetta þýðir fyrir bæjarfélagið, verður byggð höfn og hver ætlar að fjármagna hann og svona. Þannig að þetta er ennþá bara mjög óljóst. En svo ég skilji þetta. En ef bæjarstjórn kemst svo því, ef þetta kemur allt fram, umhverfisáhrifin og fjártekjurnar af þessu og guðmáta hvað, að þá þarf bæjarstjórn að ákveða það getur orðið skipta skoðun í bæjarstjórnum hvort við að halda áfram með þetta eða ekki. Nú ef það meiri hluti fyrir því, höldum áfram með þetta og þá það sett í íbúakosningu. Þannig þetta er bara alls ekki klára mál, sko, langt frá því. Benedikt, vilt þú kjósa með Capfix? Sko, þetta mjög erfið staða fyrir mig. Það sem valið þarna þessi tilraun svona nálagt íbúabyggð. Þarna eru hugsanlega snefilefni sem ætti náttúrulega ekki geta losnað. Þetta allt flutt þarna undir þrýstingi en samt og jarðskjálftar og svo framvegis. En það mikilvægt að gera þetta og það mann myndi þykja það eðlilegt að þetta væri gert fyrst einhvers staðar annars staðar. Þannig og þar var í mælt og reynslan var í komin áður með þora. Já, en áður með þora að flytja svo svona nálagt byggð með svona mikla framkvæmdir. En ég meina þess eru þarna með Rio Tinto sem sko blæs jafn mikið út og allur bílflóti Íslendinga og samt það fyrirtæki grænt álver. Þannig að við mér finnst mjög skrítið að íslensk fyrirtæki hafi ekki verið partur af kúnalistanum og en sko Capfix má eiga það að þetta þú allavega sko sannreynd aðferð sem virkilega breytir þessu efni í berg en hún dýr, hún líklega það það stendur hversu dýr hún og það kastar þá ljósi á aðra hugmynd, Running Tide sem var náttúrulega frábær hugmynd og tilraunin var svo merkilegt að var hægt að nota lífmagn hafsins til þess að rækta skóga neðansjávar og sökkva því á réttum stað. Það eru svona einfaldar lausnir sem við nýtum lífmagn jarðarinnar til þessar kolefnisbindingar sem eru þetta stóra lausnin og þess vegna var ég svo sorgmættur og var að pípa á ykkur þetta var gerð svo tortryggilegt sko. Að veita svona verkefnum fyrirgreiðslu var að reyna að gera það tortryggilegt og það var búið að selja þetta allt saman sem snákasölumenn strax og allt það sem ég hef kynnt mér þar ég sé ekki enda alveg snákasöluna þar. Andri Snær var svolítið að skrifa þetta að umhverfi sinnar að þeir snúast gegn þessum verkefnum og þessu séu að klopna í þessu og hann var að segja að við verðum að geta staðið með góðum verkum og þú eiginlega á
Andra Snæ línunni. Já, ég skil sko, ef þú lest þessar greinur og lest líka það sem sko Al Gore að segja þetta, það vissulega þannig að hættan þarna þetta sé notað sem skálkaskjól og græn þvottur og það partur af þessu, hvernig olíufyrirtækin að gera og nota þetta réttlætt og taka meira út. En samt enga síður, en á sama tíma þetta sagt, þetta tækni sem ekki nógu þróuð, hún ekki komin langt og hún lífsnauðsynleg okkur. Sko, við komumst ekki út úr þessu heimsenda scenaríói án þessarar aðferðar. Og það það sem svo sorglegt. Og ég meina heimsenda scenaríóið sem ég segi það bara enn einu sinni. Við erum að tala ef við förum upp í 4 gráður, þá losnar metangasið úr úthöfunum, það losnar úr Síberíu, það verður margföld hækkun á hitastigi á mjög stuttum tíma, það talað 11 gráðu hækkun á meðalhitastigi sem gerist bara velrænt eftir við komum upp í 4 gráður, það þýðir 97% útdauði lífmassans á jörðinni. Þetta scenaríóð sem fær þessar kapitalísku þjóðir að gera Parísarsamkomulag þar sem þeir segja, já, við ætlum að minnka neyslu, við ætlum að minnka hagvöxt. Og þetta svo mótsagnarkennt. Þeir ætla að minnka hagvöxt og minnka neyslu og sama tíma setja fullt af peningum í að þróa nýja tækni til þess að búa til nýja orkugjafa og að binda það sem þegar komið. Þannig að þetta auðvitað paradóksin. Til þess að búa til nýja tækni þarf að sóa. Til þess að búa til nýja aðferðir þarf, framleiðslu og samt ætlum að nýtt og þetta gambíturinn úlfagildran sem við erum í sem mannkinn og við erum að horfa á heimsenda scenaríó og þá bara, þá breytast alls konar viðmið þannig að jafnvel náttúruvindamaður sem ég sé bara að horfa, ok, við þurfum að búa til fucking bindingar iðnað. Ég held að kolefnisbinding sé mjög mikilvæg og stór hluti af framtíðinni en það skiptir máli að allt sem við gerum sé einmitt gagnreynt og hafa vísinda á bak við sig. Ég held nú að Running Tide hafi fengið neikvæða umsögn hjá Umhverfisstofnun og en að ráðherra hafi kannski virt það vetti en það alveg rétt að eiga gögn eftir að koma í ljós eins og með Carbfix og þessi snefilefni og En auðvitað, við verðum auðvitað líka að grípa til kolefnisbindingar og svo kannski líka bara undirbúa loftslagsbreytingar á þessi stað, og það hamfara hlýnun og mjög öfgakennt veðurfar sem við þurfum líka að búa okkur undir, en ég held að það skiptir líka máli að bara stefna auðvitað kolefnishlutleysi áfram og að við setjum kraft í orkuskiptin. Það tekist öðru fréttamáli sem Hvammsvirkjun. Já, algjörlega. En varðandi þessi sem spilar inn í orkuskiptin líka. Kolefnisbindingu og loftgæðin og þetta. Svo fáum við eldgos í nágrunni nokkra mánaða fresti og það nú engin, það engin smá áhrif. Þetta gott dæmi. Eyjafjalla eldgosið. Það kolefnisjafnaði sig eiginlega strax að því að stoppaði flugumferð. Það grænasta eldgosi í heiminum. Flugumferð til Íslands út af ferðamannastraumi. Já, eftir á. En sko staðan eins og Andri því Andri Snær, hann setur fram þessa líkingu sem tölfræðilega rétt. Mannkynið að blása út jafnmiklu kolefni eins og 666 Eyjafjallagos á hverjum einasta degi. Ímyndið ykkur að vera 666 gos á jörðinni sem var að blása út á hverjum einasta degi. Þetta útblástur okkar. Þannig að 1 og 1 gos sko peanuts meðan við það. Já, við erum að grípa til aðgerðar og standa við samkomulag og áætlanir og það mikilvægt að draga ekki úr til dæmis verið svona umræð að Ísland sé kolefnisland eða eitthvað svoleiðis en ég held að sé rétt að stefna áfram á kolefnishlutleysi og það skiptir þetta máli eins og þú nefnir við erum með vatnsafl sem hægt að virka og ég held að það sé mikilvægt og þetta líka orkan renni til. Við vorum með lög til þess að vernda náttúruna fyrir þessum virkjunum og þið viljið breyta þeim lögum. Við viljum þetta bara að fara eftir rammaáætlun og hún sé afgreidd oftar og það gengur ekki að eins og hjá fyrir ríkisstjórn það gerist ekki neitt í virkjunarmálum. Við erum að brenna olíu og kol til þess að mæta orkuþörf og það að mínum að þetta ekki ásættanlegt
hugsanlegt í landi þar sem að við getum farið umhverfis eða loftslagsvænni leiðir í að framleiða orku, en það auðvitað að rétta þar orkan þarf að fara til notenda heimilana og til dæmis smærri fyrirtækja, grænmetisbænda. Hver þörfin fyrir þessu orku? Já, til dæmis, ég meina það bara komið skýrt fram eins og hjá forstjóra Landsvirkjunar og fleirum að verði þetta þýði hafi mjög mikil áhrif á bara hinn ýmsu fyrirtæki, landeldi, þetta myndi hafa áhrif á ætlum í brúargerð og hafnagerð eða hvað það væri, þetta hefur bara gríðarlega áhrif. Já, þeir að tala um það, er það ekki, niðurstöðu dómsins. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega áhrif og bara eitthvað sem bara verður að laga og ég heyri það og það hefur verið þverpólitísk samstaða fyrir því að þetta fari allt í gegn og verði og það er bara búið að gera ráð fyrir því og það eftir að koma náttúrulega niðurstaða í hvort að þessu verði áfrýjað og eða hvort að verði sett bráðabirgðalög og þetta tiltekna orðalag, þessa tæknilegu útfærslu sem dómurum virðist byggja á og enginn átti að sjá því þetta átti svo sannarlega ekki að gerast. Þetta átti að enginn átti að segja á mér, heyrði nefnilega sagt að núna þetta hefur bara legið ljóst fyrir allan tíman. Það voru 2 minnisblöð sem var skilað sínu tíma þetta. En sko, mér skilst að orkan sem við framleiðum dag sé nóg fyrir orkuskipti bílaflotans og orkuvæðingu eða raforkuvæðingu hafnana. Við eigum alveg orku í það. Það sem við þurfum meiri orku ef við erum að fara að framleiða fljótandi eldsneyti og förum að kljúfa vatnið og svona veist. Það er gríðarlega orku mikið og í því senaræju, þegar það gerist, þá þyrftum við líklega eins og í einu íslensku leikriti virkja allar jökulsár og bergvassár. Það nú ekki að fara að gerast. En það er þannig að ég átta mig ekki á og mér finnst það aldrei koma skýrt fram í þessari umræðu. Hver er þessi aðkallandi orkuþörf núna? Er þetta ekki flutningskerfið sem er vandamál? Það er líka flutningskerfið. Og ef við hefum það í lagi þá hefum við nógu miklu orku fyrir það sem við þurfum. Við höfum ekki nógu miklu orku fyrir þau fyrirtæki sem vilja sem er að biðja stækkun eða vilja maður sér það bara á verðhækkunum. Þetta mun fara sem var verð líka. Er það skylda okkar að bara svara öllum sem að koma hingað og vilja fá orku til þess að vera með gagnaver eða whatever hérna á Íslandi? Er það endilega skylda okkar að bara svara allri orku heimsins? Nei, en við viljum taka þátt í þessari samkeppni, við viljum fyrirtækja, við viljum fyrirtæki hérna og að það sé lífvænlegt fyrir þau hér til framtíðar. Ég meina, hvernig ætlum við að byggja upp velferðina og allt það? Já, í góðri sátt við náttúruna. Það eru mikla kröfur á það sé í lagi. Það er engin á öðrum stað hérna held ég við þetta borð. Það krefst þetta líka verðmætasköpunar að reka hérna velferðarkerfi. Já, og við þurfum Já, og mér finnst rétt nefnilega að setja þetta allt í samhengi við hvað við ætlum að nota orkunni í. Þú veist, ætlum að virkja fyrir gagnaver eða meiri álbræðslur eða ætlum að virkja fyrir eitthvað annað. Það skiptir mikla máli. Það er bara landeldisfyrirtæki, það er bara fyrirtæki sem bíða eftir. Þetta er mjög mikilvæg umræða að þetta sé alltaf tengt saman. Það er við skiljum við hverju við erum að fórna fyrir hvað. Eins og staðan núna þá fer þetta bara orkan á almenna markað og það hefur ekkert verið neitt öðruvísi núna undanfarin ár en eins og umhverfis loftslags- og orkumálráðherra hefur sagt að þá er það forgangsmál á þessu vorþingi að tryggja forgang orku til heimila og til smærri fyrirtækja og sem dæmi grænmetisbænda og ég held að getum öll verið sammála um það að það er mikilvægt að sú orka njóti forgangs og til dæmis ef við tölum grænmetisbændur þá er þetta skila það til okkar neytenda og þá forgangs á lágu verði eða? Já, ég meina verðlagningin það skiptir máli og orku skortur og þetta birtist í verðlagi líka en talað gagnaver, þú veist gagnaver er þetta ekki bara námugröftur, rafmyndagröftur, það er líka bara við erum að tala reiknigetu og í raun og veru eru gagnaver töluvert eftirsótt til dæmis í Evrópu og að einhver leyti grunnur að líka ákveðni verðmætasköpun þannig að það er ekki þau eru ekki bara slæm, þau eru að keppast að fá til sín
slík gagnaver. Allskins nýsköpun sem í þessu felst og við viljum bara hafa þau tækifæri til staðar hérna í okkar landi. En ég tek alveg undir að auðvitað þarf líka náttúran að við þurfum að vernda hana og vera Árósasamningin og það er þetta, þú veist, þetta er jafnvægi. Það er ekki þannig að maður ekkert gera, þannig að þetta viljum við líka, það er auðlind náttúran okkar líka. Með fettis fyrir vindmyllum fyrir geðu, ég veit að það má ekki segja þetta, ég horfi miklu hlýlegra til vindmylla heldur en virkjana sem drekkja landi. Það er fyrsti maður sem ég heitsi. Já, ég veit að þetta er alveg, ég var í Skotinu færi í Borgarfirði ef ég verð það núna, en mér finnst við ættum að skoða vindmyllur og svo finnst mér þetta merkilegt að Landsvirkjun skuli ekkert hafa tekið þátt í þróun eða gera neitt varðandi sjávarfallavirkjanir sem núna er komin á flug í færi og þeir hafa lítið á það sem ekonomi og láta bara aðra gera það og kaupa frekar patentið þegar það kemur, en þar eru alveg stórkostlegir möguleikar og þetta eru allt svona staðir sem eru við ættum að vera að skoða. Og það er nú eitthvað að þessu í skoðun, en það þarf auðvitað líka að fara varlega. Við verðum að skipta umræðni, tíminn líður hratt, mjög svo. Það eru yfirvofandi bara mikil verkföll í skólum og þeir fara fram á 1 milljón lágmarkslaun eitthvað, ég veit ekki. Veit ykkur hvað kennari er með í laun? Hefur það eitthvað komið fram í þessari umræðu? Ég hef ekki séð það. Nei, ég held, já. Þú veist það? Nei, ég meina... Þú hefur borgað þeim. Þú segir minnstakosti 1 milljón, en já. Er það með 1 milljón? Já, ég meina það... Það væri alveg fróðlegt að sjá launaseðlana. Já. En þeir eru náttúrulega alltaf að bera sig saman við sérfræðinga með sambærilega menntun á markaði og eftir sem mann skilst að þá eru þeir mjög nálægt þeim. Kennarar eru bara að flýja úr skólum landsins. Það er bara kannar sem benda á það að við höfum ekkert kennara fyrir eftir nokkur ár. En það er ekki vegna, ég held að það sé ekki vegna launa. Nei, alltaf var ástandi í skólakerfinu. Ég held að það sé vegna álags í kerfinu. Og þetta er ég til dæmis búin að... Starfsumhverfi skiptir gríðarlega miklu máli. Maður bindur þetta bara voni við það að í þessum samningum felist bætt starfsumhverfi fyrir kennara og fyrir nemendur. Þetta er þetta gríðarlega mikilvægt stjætt í okkar samfélagi. Þetta er svo interessant því að venjulega nemyndin sem nenni ekki verið í skóla og er að kvarta eitthvað skólinn sé leiðilegur og nú er bara ljóst að kennaranum finnst svo leiðilegt líka. Nei, ég meina, sáu þið kennarann sem það er eitthvað að þessu skólakerfinu. Það er eitthvað að þessu. Það er að bæta starfsumhverfi, starfsaðstæður. Það er bara stór hluti af þessu. Það er þessi skóli án aðgreiningar. Ég hef nú komið fram fyrir einhverjum mánuðum eða misserum og bent á það þegar varum við að tala um PISA-kannanirnar. Ég meina, við erum næstlægst í þeim og erum í Evrópu og erum samt að veita næst mestu fjármagnu í Evrópu í mandarétti í skólana, en samt er árangurinn þessi. Það kom nýlega fram skólastjóri opinberlega og fór að bara, bað hjálp bara, kennslustofan væri bara orðin oft á tíðum bara svakaleg, krakkarnir segðu það sem þeir sýndist við kennarana og væru með allskyns tilburði sem að eiga náttúrulega ekki að líðast og bað bara hjálp og þetta skóli án aðgreiningar þar sem að ég er ekkert alveg viss að það hafi endilega skilað því sem það átt að skila. Ég meina, einhver ástæðan er og mér finnst það bara gerir það að verkum að auðvitað eiga allir að hafa sama rétt í skólakerfinu en var endilega rétt að kennslustofan yrði þannig, skiljið. Þetta er mjög viðkvæmt mál en við þurfum bara að skoða þetta því það er vanlíðan nemenda og kennara og það er bara gríðarlega aukið álað í kennslustofunum. Við erum það er verið að kenna á börn sem tala hinn ýmsu tungumál og við þurfum bara að setja okkur stefnu í því hvert við viljum fara þarna því líðan barna náttúrulega framtíðarinn okkar er bara gríðarlega mikilvægt. Við erum með stefnu sem er skóli án aðgreiningar en við bara fjármagnum það ekki. Þess vegna er þetta allt í steik. Það er allt í steik. Það getur ekki verið, það er stefnu okkar að taka á móti öllum tungumál sem að börnin tala. Það er ekki þannig að við ætlum að bara taka á móti fólki sem að talar íslensku og skandinavísku og vísa börnum sem tala búlgarsku skóla. Við erum ekki með það stefnu. Nei, þegar menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir setti þessa stefnu á sínu tíma, hvaða ár var það? Ég var í menntaskóla. Það var bara þannig en síðan þá hefur bara samfélagi breyst alveg gríðarlega og við viljum það, við þurfum á fólki að halda og það er bara orðið svona fjölmenninga samfélag sem við þurfum þá að bregðast rétt við en þetta er bara einhvern veginn
verið eins og börnin sett kannski nýkomin til landsins, tala alls ekki íslensku og ekki ensku. Hvað heldur það að kosta okkur að fjármagna þetta ekki núna á þessu stigi? Hvað heldur að kostnaðurinn verði í framtíðinni að veita börnum ekki góða menntun? Við erum að því. Og þetta er kannski eitthvað sem ég verð að segja, mér finnst fyrir ríkisstjórnin hafa sofnað verðunum varandi inngildingu og að kenna börnum sem hinga komin til lands sem tala hafa annað málumál en íslensku, að kenna íslensku og gera það vel og það voru þetta ákveðna fyriráætlanir áður að búa til kosningar þetta og það eru ákveðin verkefni eins og til dæmis bara hjá Reykjavíkurborg sem hafa snúað þessu að kennslu íslensku í skólum og þetta þarf að fjármagna það. Ég held að reyndar hluta af þessari ástæðan fyrir því að við höfum verið svona langt umfram OECD í fjármögnun eða framlög til grunnskóla er líka að við erum þetta svo dreift land, það er svo dreift byggð. Ég er ekki viss þetta er við framhaldsskólana og alls ekki þetta við háskólana. Við höfum að minnstu kosti verið sögulega eftirbátar OECD-ríkja og Norðurlandana. En þetta er auðvitað fjárfesting og þessi samningar auðvitað, það er alveg rétt að starfsaðstæðurnar hafa alls ekki verið nógu góðar og það er eitthvað sem er hægt að gera tölulegar breytingar á í kjarasamningum og maður bindur auðvitað bara vonir við það að samningarnefndir ríkis og sveitafélag og kennarasambandi leggja sig fram til eins ítrasta við að ná samningum sem gera það eftirsótt að starfa sem kennar á Íslandi. Þetta er ára eftirsótt starf og er þetta bara grundvöllur í samfélaginu okkar. Ég skilst að Svíar séu ekki með í skóla án aðgreiningar. Þeir taka innflytjenda börnin sín og kenna þeim fyrst sænsku og þegar þeir hafa náð ykkur í lágmarks kunnáttu þá fá þau að fara í skólan. Þetta er mjög víða svona, ég þekki þetta bara í reynslu í Frakklandi. Þá var að krakkarnir í svona sérstaka deild eða sérstaka móttöku svona skóla sérstakann bekk og eru svona með annan fótinn inn í bekknum sem þau eiga seinna tilheyra og fá svona stuðninga á leiðin inn. Þetta held ég bara alla þjóðir hafi brugðist við og ég muni ekki eftir skýrslu OECD að við erum með lakasta árangur í því að innflytjendur tali íslensku. Við erum bara í svo miklum tossabekka að það er bara langt og það er bara þetta var náttúrulega komið á þetta var komið af stað og sem sagt náðist ekki að klára undir forystu síðustu ríkisstjórnar og þetta er bara eitt af þeim málum sem þarf að beita sig fyrir og halda áfram með því þetta er bara framtíð. Ég held að þetta verið stefna síðustu stjórnvöld að gera þröskulda og gera innflytjendum erfiðara með að læra íslensku. Nei. Það komi nú ég sé bara hvernig mínir vinir sem eru innflytjendur hvað þeir þurfa að basla mikið og endanum bara, fóru þau í einkaskóla og reyndu allt sem þið geta. Fólk sem eru mikinn einbeittan vilja til að læra íslensku, lítil hjálp yfir engin og eiginlega meira hindranir en hitt. Þetta er náttúrulega búið að gerast mjög hratt hjá okkur að fjölgun útlendinga inn í landi sem er bara mörguleyti bara frábært. Þannig að það er búið að gerast mjög hratt hjá okkur og það getur vel verið að hefði átt að bregðast fyrir við. En ég er ekki vissum að þurfa að setja meira fjármagn inn í kerfið, heldur það þarf einhvern veginn að hugsa þetta upp á nýtt og við hjálpumst að við það að koma þessu einhvern veginn í betra. Ég held nú að vera að fjárfesta í líðan barnanna okkar er bara óbúslega mikilvæg og við erum að tala hérna það er bara framtíðin og þú veist, það er eitthvað sem við þurfum að taka á og allskins svona svo við kallum það snemtakar íhlutanir og annað slíkt sem þarf að fara í meira mæli. Farsældarlögin sem að síðasta ríkisstjórn stóð að er tilraun til þess og er farin af stað. Þar sem er á að grípa þau börn sem að fyrir í kerfinu, bara strax jafnvel í leikskóla eða fyrstu stigum grunnskólans og aðstoða þau strax áður en það verður þannig vandamál og það er orðið erfiðara viðuregnar. Þannig að það er stefna sem að við tókum upp í Hafnarfirði sem var fyrir 6, 7, 8 árum sem hefur gefist ágætlega og farsælda lögin svona eru á svipuðum nótum og við þurfum að halda áfram með það að grípa börn fyrr, hjálpa þeim fyrr og fjölskyldunum sem að eiga undir högg að sækja. Þetta er svona snýst dálítið mikið það. Ég tek undir þetta og þetta er þetta bara eins og við vorum að ræða áðan að stundum þarf að fjárfesta til þess að til lengri
lengri tíma að skila árangri til samfélagsins og það þarf auðvitað að fjármagna farsældarlögin og fjármagna þau úrræði sem eru þarna baki og við getum talað úrræði fyrir ungt fólk með fjölþættan vanda sem dæmi félagsleg úrræði og þetta auðvitað kallar tímabundið á aukin útgjöld og það er auðvitað það sem við erum að reyna að gera með bæði með þessum hagræðingartillögum og með því að sýna ábyrgð í ríkisrekstri að við erum að fjármagna úrræði sem að sem eru hluti af velferðarkerfinu og menntakerfinu til þess að við getum búið við fólk getur búið við góð kjör til lengri tíma og þá er sérstaklega við börn sem eiga við vanda að etja og ég tala ekki börn með annað móðurmál en íslensku. Og það er líka krafa kennara að fjárfesta í kennurum, að það sé leiðin til þess að byggja hér upp öflugt menntakerfi sé að fjárfesta í kennurum og þegar við verðum að tala hvað eru kennarar með laun að þá Hagstofan birti svona, það eru tölur frá 23 og það er nú ekki miklar hækkanir sem búin að vera til kennari síðan þá að fullvinnandi kennari miðgildið er 714.000 krónur á mánuði. Er það grunnlaunin? Og síðan er neðri fjórðungur sem kannski við ættum að hafa í huga þegar við erum kjarabarátta. Það er 25% sem eru með minna heldur en þetta. Það er 666 og það eru síðan regluleg heildarlaun fullvinnandi eru frá 695, það er neðri fjórðungurinn og svo upp í 714. Þannig að þetta tal sem maður heyrir að kennara séu með 1200 krónur á mánuði sem kemur frá viðskiptaráð og eitthvað fleirum, það er bara það er ekki hægt að finna neins stoð fyrir þessu. Þetta er bara það sem fólk er bara að tala í tölum og hvað því finnst. Já, nei. En svo verðum við að fara að ljúka þessu. En ég byrði ykkur að tala ekki illa Tossabekkina því í þriðja bekk var ég í Tossabekk og það var upp að koma okkur með einasta degi, þetta var alveg dýrlega gaman. Nei, það er enginn að einmitt að tala í það var nú getaskipt þegar ég flutti til landsins í 10. bekk ég var ekki í Tossabekknum, ég var í miðbekknum það voru 3 bekkir ég var alveg í Hagaskóla það má ekki hafa Tossabekk í dag, það má ekki safna Tossabekk þetta hér bara það má ekki hafa Tossabekk en ég var gaman að segja frá því ég var nú innflytjandi í Bandaríkjunum og þá fór ég í sérkennslu í ensku og svo kom ég til Íslands og fór í sérkennslu í íslensku og og það er bara, ég meina við þurfum að hafa kerfi fyrir, ég meina þetta var alltaf Svo varstu í Alþingismannaskólanum daginn. Ég var í Alþingismannaskólanum líka, ég var að fara alls konar sérkennslu aðgreiningu alltaf að læra það eru allir í bekknum bara alveg saman allir vitlisingarnir saman nýlegaðnir það er bara, þetta er mjög gætt svakaleg samkoma Herðu, hér verðum við að enda þetta, það er mikið framöndan hjá okkur en það er Ragnar, Benedikt og Rósa, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Og við komum bræðirnir og spjallum rétt á eftir. Takk. Gerist áskrifendur á Samstöðinni. Já, var því bara gaman. Þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.